Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og við ætlum að færa okkur yfir á menningarlegar nótur en það verður mikið dýrðir á sunnudaginn í menningarhúsinu Hofi þegar kvikmyndin Saga borgarættarinnar verður sýnd. En verkefnið samstarfsverkefni Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands, Kvikmyndamiðstöðvar og Gunnarsstofnunar. Og hingað til mín til þess að segja mér betur frá þessu komnir Þórður Magnússon og Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson. Verið hjartanlega velkomnir báðir tveir. Þetta hefur átt sér töluverðan aðdraganda, þessi merkilega sýning. Ef við bara byrjum á byrjunni fyrir þá sem að þekki ekki þessa merkilegu mynd Sögu borgarættarinnar. Hvað erum við að fara að sjá á sunnudaginn? Þetta mynd frá 1919. Já. 19. Já. Þannig að þetta býsna gömul mynd. Þannig að það langt sem við byrjuðum. Já, einmitt. Þetta og í rauninni fyrsta íslenska myndin, má segja, í fullri lengd. Þetta sérstætt dönsk framleiðsla. Já. En sérstætt byggt á sögu eftir Gunnar Gunnarsson sem íslenskur og voru notaðir íslenski leikarar og þetta var tekið upp á Íslandi. Einmitt. Og það kannski það sem merkilegt. Þetta eiginlega fyrsta myndin sem tekin á Íslandi. Já. Og ekkert smá vegna þess að þetta var stærsta framleiðsla af kvikmynd í Evrópu á þessum tíma. Því að Danir voru svo sterkir í kvikmyndagerðinni á þessum tíma. Já. Þannig að þetta var stórmerkilegt á sínum tíma, en eiginlega stórmerkilegt líka núna því að kvikmyndasafnið ákvað að taka þessa mynd og fara ofan í fornleifafræðina og stafrænt lagana til. Þannig að hún í eins góðum gæðum og hægt í dag. Og út frá þessu kom svo hugmynd að gera nýja kvikmyndatónlist við myndina sem myndi fylginni inn í framtíðina. Já. Og Þórður Magnússon var fengið í það verk. Einmitt, þú kemur inn. Og hvernig var að ráðast í þetta verkefni? Þetta í rauninni bara algjört draumaverkefni. Maður bara stökk á þetta og ég bara, eins og ég hoppaði á þetta, ég ætla að gera þetta. Þegar ég fekk einhvern vísi að því að ég gæti mögulega fengið að semja tónlist þessa mynd. Já, þetta náttúrulega mjög merkilegt. Áður en lengra haldið þá, ég held að við ætlum að fá að sjá bara smá brot úr myndinni, þannig að fólk svona viti hvað við erum að tala hérna. Já. Magnað. Og þetta verkefni hefur í rauninni þróast. Þetta áttu upprunalega að vera tónleikar, ekki satt? Jú, og nú erum við svo heppin að hafa byrjað með þetta kvikmyndatónlistarverkefni, þannig að Sinfónía Nord, sem Sinfóníuhús Norðurlands. Og þegar að COVID kom, þá náttúrulega duttu niður allir tónleikar. En þá gátum við raunverulega snúið þessu bara við og við fórum bara í fullt að taka upp fyrir kvikmyndir, bæði erlendar og innlendar og ekki síst erlendar og síðan kemur að þessum tónleikum okkar sem við ætlum að taka upp tónlistina bara á tónleikunum og æfingum. Já. Og þá kom enn eitt bannið og það bara þurfti að hætta við og fresta og hætta við og fresta. En þá gátum við snúið þessu í staðinn inn á við og gert þetta verkefni sem bara hefðbundið verkefni fyrir hljóðfæraleikarann okkar þegar við vorum í 3 sólarhringa að vinna að þessu með hljómsveitinni, fullri stóri sinfóníuhljómsveit, að gera bara kvikmyndatónlist sem við erum alltaf sérhæfð í núna. Þannig að tónlistin fekk miklu meiri fókus heldur en hún hefði fengið eða þetta hefði verið hefðbundnu tónleikarnir. Já. Þannig að þetta nostra svona meira við. Já, þannig að þetta sérstaklega góðum gæðum fyrir 3 tíma kvikmyndatónlist. Já. Og svo ætlum við á þessum viðburði að skila tilbaka, af því að áheyrendur fengu ekki að koma. Þannig að við buðum öllum kjarnaáheyrendum Sinfóníuhúss Norðurlands að koma á sýninguna, auk þess sem við seljum síðan miða fyrir þá sem að
hafa áhuga á bíó og tónlist. Einmitt, þannig að það alveg kjörið að skella sér í bíó núna á sunnudaginn. Og verðið eins og bíómiði. Já, akkurat. Það bara, þetta gjöfin ekki gjald. Það bara þannig. Og sko, hvernig það lítur að vera mögnuð tilfinning að þetta sé komið á þennan stað fyrir tónskáld. Og bara afskaplega ánægjuleg, þess að það svo sjaldan sem maður bara einhvern veginn allt virkaði. Já. Maður svo ofta hlusta á upptökur af sjálfum sér, maður ekki ánægð með soundið og eitthvað svona kannski einhver mistök og mistök hjá manni sjálfum. En mér finnst þetta einhvern veginn alveg hafa gengið upp, þetta verkefni og þetta sound sem þau eru með þarna alveg rosalega flott. Já. Og bara ekta svona kvikmyndasound getur við sagt. Já, heldur betur. Og útsetningarnar eru þannig að ég segi það bara hér og nú. Ég stöðugt að fá fyrirspurnir að fá að taka upp í Hofi með okkur. Og þá eru sumir sem að vilja, getið þið leyft mér að heyra hvernig salur hljómar með sinfóníuhljómsveit. Þá ég farin að taka alltaf brot af þessu. Já. Og þá yfirleitt bara, ok, ég staðfesti. Já. Magnað. Þetta ótrúlega spennandi og þetta verður mikil hátíð og pop veit ég og alls konar. Já, ef þú kemur hálftíma fyrir sýningu, þá verður boðið upp á bublur og kristall og pop. Já. En við förum ekki með það inn í salinn núna vegna þess að það er svona verra fyrst þetta svona hverfist líka svolítið mikið tónlistina, það sé mikið skrjáur. Já. Nei, þetta verður alltaf að vera samkvæmt kúnstarinn. Svo kemur hlé. Já. Aftur. Já. Nú verður þetta bara pop. Já, frábært. Þetta ótrúlega spennandi og við hvetjum þetta bara alla sem hafa áhuga á sko bæði kvikmyndasögun og ekki síst tónlistinni til þess að bara skella sér á miða. Það miðasalinn á mag.is og bara drífa sig í bíó. Það nú ekki á hverjum degi sem kemst í bíó í Hofi og drífa sig í bíó á sunnudaginn. Bara kæra þakki fyrir að koma hérna til mín í þáttinn og segja mér og okkur frá þessu. Takk fyrir spjallið. Takk fyrir, sömuleiðis.